festi mig aðeins við þess að hann sagði þér að konaðin hefur útlendu þegar þetta gerðist. Af því að ég festi mig aðeins við það að þú sagðir að konaðin hefur útlendum. Vegna þess að ég segi stundum að vesti óvinnu þeirra sem að verða fyrir ofurálægi eða áföllum, það manns eigin hugsun ef maður getur ekki sett hann í orð og í eyra einhver sem það treystir. Og ef svo sem það treystir í útlöndum þá verður allt svo miklu erfiðara. Ég ætla að bjóða Sigurð Arnarsson velkominn. Þú varst nú búin að kynna hann bara flott. Mér sýnist þú ætla bara að fara, verður bara fjallræðan nánast, en þú hefur bara 15 mínútur kallið minn til þess að fara í gegnum hennar, þannig bara gjörðu svo vel. Það er búin að hlæja mikið að mér hvernig þetta er sett á höfuðið á fólki. Það er svona í mörgum kirkjum. Churchill var beðinn að tala og hvað ég að tala lengi. Þú ert að tala í 3 eða 4 mínútur og hvað hef ég langan tíma? Þú hefur viku. Nei, ef ég að tala í 3 eða 4 mínútur þá þarf ég 34 mánuði til að undirbúa mig. En ef ég má tala blaðalust þá get ég byrjað núna. Snorri hjartans þakkir og ég sagði þér áðan að þegar við hittumst frammi að ég ætlaði að segja sögu af þér. Á 4 árum áður en að þú farið þessa greiningu, 1996, þá er ég staddur upp á Landspítala upp á 13D eða E og þá var sem sagt faðir minn ígrændur með krabbaminn í blöðruhálskirtli og mikið gerði það mér gott og ég man það ennþá þegar þú komst og heilsaður okkur og talaði við okkur. Því gleymi ég aldrei. Og það er þessi nærvera. Ég ætla að ferðast í erindi mínu aftur í tíman, nánar tiltækið í Öræfasveitina. Hún vann sem kaupakona á bæinum, hafði mist ástvini og leið óskup illa. Húsmóðurinn á bænum ætlaði að skreppa upp á fjall næsta morgun í grasatínslu og hafa kaupakonuna með. Það átti að koma tilbaka seinnipartinn og það lögðu á stað snemma klukkan 3 að nóttu til. Kaupakonni fannst teyjast úr ferðinni og smá saman áttaði sig á því að þær voru ekki að fara til grasa heldur eitthvað lengra. Ertu vissum að við séum á réttri leið? Gætu við ekki vilst í þokunni? Hér er allt hvítt, dautt, engin kennileiti. Og Auður eða húsmóðurinn kallaði með öxl, ég er á réttri leið, en ert þú á réttri leið? Hafið þér eitthvað tíma fundist þú vera á réttri leið, reyndu þá að finna hana aftur. Og þá sagði Auður, líttu í norðvestur, þar sérðu hæsta tind landsins. Er hann ekki indæll í sólinni? Langar þig ekki þangað? Nei, Auður mín hló Caritas, kaupakonan, því að hún vissi að konan var að grínast. Eftir því sækist ég nú ekki. Eftir hverju sækist þú þá, spurði Auður. Við eigum stutt aftur á tindin eftir þessa löngu og hörðu uppgöngu. Mundur ekki harma það allt þitt líf að hafa látið kjarkleysi komið veg fyrir að þú næður hæsta tindi. Ég legg ráðinn í þínar hendur, ljósa góða, nú ræður þú stefn okkar, förum við á tindin eða förum við niður. Og þar héldu áfram göngunni. Caritas undraði sig svo á því hversu óþreytt hún varð allt í einu. Einhver afgangsorka sem hún hafði ekki vitað Og hugurinn var svo undarlega kyrr eins og hugsanir hennar hefðu flúið. Það var svo mikið léttir. Og síðan sagði Caritas við Auði, ætlar upp alla þessa brekku? Og beið ekki eftir svari því á þeirri stundu var sem allt bristi innra með henni. Flóðgarðar létu undan þungu briminu og grjóti tvístraðist líkama hennar. Hún var að hleypa hamförunum út, þessu brjálaða brimi innra með sér. Og tárin þau streymdu niður, kinnarnar eins og kátur lækur sem losnar úr klakabrynju. Ég hef mist alla, grét Caritas ofan í klútin. Börnin mín, systur mína, káru mína, mannin minn, allt farið, allt farið. Og nú er Guð að refsa mér, ég veit það, grét Caritas. Því ég ætti hann að refsa þér eitthvað frekar en mér, sagði Auður. Æ, það er svo margt sem þú veist ekki. Og síðan sagði Auður við Caritas, þú mistir sjálfan þig. Það er rétt.
Reyndi ekki að finna þig aftur, það gengur aldrei. Fyndur heldur aðra og nýja Caritas. Og þegar komust upp á tindin í blessari sólinni, var sem vitund þeirra opnaðist og allt var svo létt. Frásögn þessi úr þessari mögnuðu bók Caritas án titils til Kristínu Maríu Baldursdóttur. Fyrir nokkrum árum síðan, þegar við hjónin vorum búsett erlendis tíma, fékk kona mín bókina að senda til sín frá vinkonum á Íslandi. Tilefni var að ammennar sem var okkur mjög kær var þá nýlátin og konurnar sendu þessa bók með hlýju korti. Kona mín las bókina og hvatti mig til þess að gera það einni og þannig sorginni lýst meðal annars í fjallgöngu upp á Öræfajökul. Auður leiðir Caritas áfram. Ræðir fyrst grasaferð sem endar upp með göngu upp á, í hæstu hæðir í íslensku landslagi. Skref fyrir skref, vörðu fyrir vörðu og leiðir auður Caritas upp. Fylgirinn eftir henni leiðsögn og styrkur í erfiðri göngu og ekki bara líkamlegri göngu, heldur í andlegu ferðalagi sem sorgin sko heldur betur. Sorgarstígunum lýst í þessari bók, afneitun, depurð, losti, reiði, hillingum, nýjum mynstrum og samþykkt á mjög magnaðan hátt. Og auður segir Caritas að í sorginni hafi hún mist sjálfan sig og hvetur hana til að finna annan og nýjan farveg í lífinu. Hvað mun þessi reynsla gefa mér? Og þegar sorgin knýr dyra hjá manni eins og allt breytist og maður komin á slóðir sem eru flóknar og erfiðar og auðvelt að festast í, urð og grjót og upp í mót og ekkert urð og grjót, segir Tómas í fjallgöngunni, þá styrk hönd rétt fram, meðal annars eins og Krabbameinsfélag Íslands gerir, og hönd mannesku sem ekki hrædd, kalin eða útbrunnin, heldur örugg og traust hönd. Og nálgunin persónleg, hún ekki gegnum síma eða með tölvupósti. Hönd mannesku sem hugsar og hugar að sjálfri sér og sinni líðan, mannesku sem hreyfir sig, hjólar, eða hleypur eða hreyfir sig á eitthvað nátt, hvílir sig, borðar reglulega og ræktar sig andlega. Mannesku sem ekki föst í áhyggjuneti eða eigin hagsmunabaráttu svo einhver dæmi séu nefnd. Mannesku sem í orðu og verki náunga sínu náungi. Mannesku sem ekki að þykjast vera eitthvað annað en hún kemur bara fram eins og hún klædd, mannleg með kosti og galla. Og við samþykjuna eins og hún Sálusorgari hitti viðmælanda sinn á mánudaginn var. Nýlega hafði sálusorgarinn jarðsungið eitt barna viðmælanda sinns. Annað barn viðmælandans hafði látist í slysi fyrir löngu og viðmælandinn nýgreindur með krabbamein. Reiður Guði fyrir að lifa ekki barninu sínu að lifa lengur. Finnst að Guð hefði átt að taka sig til sín frekar en börnin. Einnig hissa á lækninum sem sagði frá krabbameininu og þessum læknum sem sagði að viðkomandi ætti að láta alla ættingi og vini vita að krabbameininu til þess að viðkomandi fengi styrk og þrek frá sínu nánustu. En þegar öfugt átti sér stað, flestir hafi forðað sér þegar þeim voru sagðar fréttirnar af krabbameininu, ræddu ekki viðkomandi og létu hann í friði þannig að einmannaleikin kveldist yfir. Þetta vildi viðkomandi ekki. Hann þurfti og vildi að sér þið fyllt eftir og fengi stuðning sinna, en þau hurfu flest. Og af hverju voru þau hrædd? Skiptir eftirfylgd máli fyrir þau sem greinast með lífshættulega sjúkdóma eða þau sem syrgja látna ástvini? Já, hún skiptir máli. En það skiptir máli hvernig þessi eftirfylgd fer fram. Hvað sagt, hvernig og hvenær? Aðgát skal höfði nærveru sálar, leiðaljós. Og vörðurnar sem hengið eftir þurfa að vísa rétta leið. Shakespeare segir to be or not to be, og svo þetta to do or not to do. Maður sér rétt útbúinn, maður verður rétt útbúinn, tilbúinn að takast á aðstæðunar og vegna þess að ýmissa veðra von. Maður yfirfær ekki tilfinningar sínar yfir til viðmælanda sinna, setur sjálfum sér og öðrum skýr mörk,
spyr ég sjálfan sig reglulega því hvernig líður mér og af hverju líður mér svona. Læra að þekkja sjálfan sig betur. Hverju eru styrkleikarnir og hverju eru veikleikarnir? Guð elskar þig eins og þú ert, sagði handleiðarinn minn vestur í Bandaríkjunum þegar ég var í sálgæslunáminu og augum mín fylltust af tárum. Mér létti. Guð elskar þig eins og þú ert. Og reglulega er maður spurður af nákvæmum ættingjum eða vinum sem hafa fengið erfiða sjúkdómagreiningar eða hafa mist. Hvað á ég að segja? Hvað á ég að gera? Hvernig á ég að haga mér? Vertu bara þú sjálf eða þú sjálfur. Heill en ekki hálfur. Gerðu þitt besta, forðastu ekki aðstæðurnar, hliðraðu ekki frá þeim, taktu á þeim með því sem þér hefur verið gefið. Lofaðu engu sem þú getur ekki staðið við. Láttu sektarkenndin ekki stjórna. Hafðu samband reglulega og gerðu það skipulega. Færið var þung og erfið fyrir það niður í mót. Það létti yfir auði eins og hún hafði lokið góðu dagsverki. Hún talaði hátt. Karítas hún hlustaði með öðru eyranu meðan hún reyndi að koma skikk af lífsitt og framtíð í huganum. Og allt í einu sagði Auður, heyrðu mig ljósa góða. Við skulum ekki hafa orð á jökulferð okkar alveg strax. Þeir verða svo óttalega skeldir kallarnir, eða frétt af slíku. Þeir vilja sjálfur vera leiðsögumenn í þess áttaferðum, þeir treyst ekki kvenfólki. En yður var komið og heim í bæinn, sagði Karítas börnunum sínum. Haustið færðu norður til Akureyrar til bróðurinnar og börnin myndu fara þar í skóla. Og aðalmálið væri að fá góða vinnu, gott húsnæði svo þau gætu alltaf verið saman. En börnin vissi ekki alveg á hvað sér stóð veðrið. Mamma þeirra var allt í honum sjálfsörugg og það var eins og það hefði eitthvað breyst. Það var kvíði í svip þeirra og Karítas sá það og hún sagði, hitt er annað að ég var sár lasin þegar ég kom hingað í Öræfasveitina. Ég hélt engu niðri og hafði ekki sofið í margar vikur, marga mánuði. Fólk verður lasið ef það sefur ekki. Hún stóð upp, ætlaði að fara. Hætti við, stilti sér upp fyrir framan þá, syni sína, sagði hugsi. Samt fannst mér ég vera sofandi allan tíman. Ég var sofandi en vissi meðan ég svaf að ég var ekki sofnuð. Sorgin, hún spyr ekki stétt eða stöðu eða fer í manngreinarálit. Hún snertur okkur öll. Hún getur valdið sjúkdómum. Við þurfum að horfast í augu við hana og takast á við hana. Og ég er á tíma. Takk fyrir.